Ég var nú búin að þakka öllu fyrir komuna hérna og ég ætla að fara að byrja með að fara yfir þessi praktísku atriði. Hún Erla verður með varning hérna, derhúfur og bóli og það er hægt að panta sér, ef maður pantar þetta inn á áframisland.is og þá er þetta að hitta hann eftir fundin og fá afhentan flottan varning þarna. Það er líka hægt að kaupa sér vatn og gos, það er hægt að kaupa sér gos og eitthvað að drikki þarna og það er vatn þarna í boði fyrir fundagesti. Framundan eru 4 snörp og fróðleg erindi. Berglind Ragnarsdóttir er formaður Menntaráðs Reykjanesbæjar. Viðtöl og greinar hennar hafa vakið verðskulda athygli að undanförnu þar sem hún hefur meðal annars fjallað reynslu sína af því að búa í Svíþjóð og borið hana saman við lífið hér á Íslandi. Ingvar Eyfjörð er hinræðumaðurinn okkar á Suðurnesjum og er framkvæmdastjóri Aðaltorgs. Allir sem þekkja til Ingvars vita hversu mikla ástríðu hann hefur fyrir Suðurnesjum og uppbyggingin á hans vegum hefur svo sannarlega sett svip sinn á bæinn okkar. Svo erum við með alveg einstaklega skemmtilegt dúó sem að ég held að fæstir hefur spáð í fyrir nokkrum árum að myndi taka höndu saman. Þau Sólveig Önnu Jónsdóttir og Halldór Benjamín Þórbergsson. Málflutningu þeirra í þessari þjóðfélagsumræðu hefur eðli málsins samkvæmt vakið mikla athygli og náð eyrum margra. Það er því sérstaklega gaman að fá þau saman í Reykjanesbæ til okkar. Ég held að það sé óhætt að segja þessi skemmtilegu fundur framundan, en áður en ég gef þessum frábæru ræðumönnum orðið, þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá því af hverju ég er hér á þessum fundi. Ég er 23 ára gamall Suðurnesjamaður. Ég og systkini mín erum alin upp af einstæðri móður sem ég verð að fá að taka fram er einhver mesti nagli sem ég þekki og ég byrjaði að vinna í sumarvinnu þegar ég var 11 ára gamall við að slá bletti hér í Njarðvíkunum. Ég nefni þetta vegna þess að undanfarið höfum við heyrt í haldi fram að þeir sem vilji standa utan Evrópusambandsins séu einhverjir eintómir fjármagnseigendur og málpípur auðvaldsins. En ég hvet ykkur hér í þessu sal til að líta í kringum ykkur því þið sjáuð að hér eru kennarar, iðnaðarmenn, lögreglumenn, atvinnurekendur, ungt fólk og eldra fólk, þverskurður af íslensku samfélagi. Þetta, kæru fundamenn, er neyhreyfingin eins og hún leggur sig á Íslandi. Mér langar sérstaklega að beina nokkrum orðum til jafnaldra minna. Undanfarið höfum við nefnilega heyrt aftur og aftur að Evrópusambandið sé framtíð unga fólksins. En þegar við berum saman stöðu ungs fólks hér á landi við jafnaldra okkar í Evrópusambandinu, þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Kaupmáttur ungs fólks hér á landi er 35% meiri en hjá jafnöldurum okkar í Evrópusambandinu. Atvinnuleysi ungs fólks er helmingi lægra hér á landi. Íslendingar eignast að jafnaði fyrr sína fyrstu fasteign og hærra hlutfall Íslendinga býr í einu húsnæði en innan Evrópusambandsins. Þannig að þegar mér er sagt að við unga fólkið eigum að velja Evrópusambandið vegna þess að þar liggi framtíð okkar, þá verð ég einfaldlega að spyrja hvað framtíð er verið að tala um. Við búum í einu ríkasta og öruggasta samfélagi heims. Hér eru gríðarleg tækifæri fyrir ungt fólk til að mennta sig, til að vinna, eignast heimili, stofna fyrirtæki og byggja sér gott líf. Er Ísland fullkomið? Auðvitað ekki. En ég treysti fjölskyldu minni, nágrönnum og samborgurum betur til að takast á við þau vandamál sem blasa við í dag heldur en ókunnum embættismönnum í Brussel. Ísland er á þeim stað sem það er í dag vegna þess að kynslóðirnar á undan okkur fengu að ráða eigin örlögum. Nú er komið á okkar kynslóð að bera kyndilinn áfram. Og spurningin sem við þurfum að svara er nokkuð einföld. Viljum við áfram ráða örlögum Íslands sjálf eða viljum við færa það vald frá Íslandi? Fyrir mér er svarið einfalt. Ég vel Ísland og segi nei við ESB.